Komið sæl. Ástríður Elín Jónsdóttir heiti ég, starfa sem gæðastjóri hjá Umhverfisstofnun. Mig langar að kynna fyrir ykkur 2 gæðakerfi sem hafa verið innleidd. Verkefnið þetta hófst árið 2009, en bæði gæðakerfin hafa fengu vottun í október síðastliðnum á síðasta ári. En helst langar mig til að varpa nýju ljósi á gæðakerfi. Af hverju erum við að innleiða stjórnkerfi? Það er krafa betri árangur, betri vitund núverandi stöðu sem er mjög mikilvægt skref áður en að við innleiðum einhverjar breytingar. Mín reynsla er sú að svona almennt séð eru Íslendingar í eðli sínu einstaklingshyggjufólk sem líkar illa við stýringu og leiðist allt tal gæðakerfi. Þess vegna tel ég brýnt að markaðssetja hugtakið gæðakerfi upp á nýtt, þar sem það ríkir ákveðinn misskilningur. Misskilningurinn felst aðallega í því að þetta bæti við okkur vinnu, sé íþyngjandi og skerði frelsi. Því taldi ég mikilvægt strax í upphafi að smíðað yrði einfalt og skýrt gæðakerfi sem veitir nauðsynlegan aga og samræmingu, en eingöngu þar sem hennar er þörf. Við skilgreinum aðeins það sem við nauðsynlega þurfum til að ná árangri en ekkert meira. Og það gerum við með skráningu ferla. Einfalt og skilvirkt gæðakerfi Umhverfisstofnunar endurspeglast í lykilferlum sem eru eins konar handrit fyrir bæði leikstjóra og leikendur eða stjórnendur og sérfræðinga. Dæmi, vinnsla erinda, leyfisveitingar, framkvæmd eftirlits og gerð umsagna. Ferlarnir segja til hvar ábyrgð liggur, tryggi leið erinda í gegnum stofnunina og að mál séu afgreidd á skjótan en jafnframt faglegan hátt og að lokum þvingar það fram ákveðna samræmingu sem er mikilvæg fyrir stjórnsýslustofnun. Við forðumst að skrifa nákvæmar vinnulýsingar hvert verkefni, heldur tryggjum faglega vinnu með því að leggja áherslu á að fá til okkar starfsfólk með sterkan, faglegan grunn og gera stofnunina eftirsóttum vinnustað fyrir vel menntað fólk hvert á sínu sviði. Verkefni Umhverfisstofnunar eru nefnilega ansi fjölbreytt og því mjög varhugavert fyrir fólk í minni stöðu að ætla að fara að skrifa ferli utan hvert verkefni. Það leiðir að sér bara þungt og viðamikið gæðakerfi og reynslan hefur sýnt mér að það taki of langan tíma fyrir starfsfólk að halda því við og enda missir það algjörlega marks. Við tryggjum gæðin með því að setja inn nauðsynlegar tryggingar inn í þessi einföldu ferli sem við erum með. Öguð vinnubrögð, annað jákvætt orð sem kemur upp í innleiðingu gæðakerfis, þar sem það gefur okkur aðhald og agaðri vinnubrögð. Agi veitir okkur einnig aukið frelsi. Við innleiðingu gæðakerfis skilgreinum við lykilferli sem felur í sér samræmingu, eins og áður sagði. En við samræminguna gerist ýmislegt. Starfsfólk öðlast sameiginlega sýn, allar breytingar verða einnig auðveldir í innleiðingu og fyrir Umhverfisstofnun sem er stjórnsýslustofnun er þetta mjög mikilvægt þar sem við verðum að viðhafa jafnræðisreglu stjórnsýslulaganna við beitingu lagalegra úrræða til að tryggja sambærilega úrlausn í sambærilegum málum og koma þannig í veg fyrir mismunun. Og gott dæmi þetta er sú samræming sem hefur verið gerð í framkvæmd eftirlits, ritun eftirlitsskýrslna, þá frávika og athugasemda. Þetta verður að vera samræmt milli eftirlitsmanna sem auðveldar til dæmis alla vinnu ef stofnunin þarf að beita þvingunarúrræðum. Samræming skýrir línur þar sem þær eru óskýrar og sparar tíma starfsmanna sem fyrir að komast að því hvernig og hvernig verkið er framkvæmt, sérstaklega fyrir nýja starfsmenn. Umhverfisstofnun fékk vottun á 2 gæðakerfi síðastliðið haust af faggiltri vottunarstofu. Þetta veitir okkur aðhald í að halda innleiddum stjórnkerfum við og einnig nauðsynlegt að gefa sér tíma til að staldra við og skoða hvað megi betur fara. Þegar innleiðingu alþjóðlegs viðurkennds stjórnkerfis er lokið, þá tryggir hvorki skilvirkt gæðakerfi né aukið eftirlit að okkur verði
ekki á mistök eða að mengun verði eða eigi sér stað. Ábyrgð okkar sem einstaklingar er alltaf mikil á að skila ávallt góðri vinnu og gagnrýnni hugsun. Það sem við getum gert er að reyna að koma í veg fyrir að sömu mistökin endurtaki sig og þar gefur gæðakerfi styrkan stuðning. Slagorð gæðamála hjá Umhverfisstofnun er falið í orðinu að vanda sig, það er svo margt sem er fólgið í því orði. Það er því vandi fylgir vottun, vöndum okkur. Takk fyrir.